Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá mér hann Ásgeir Jónsson sem forstöðumaður greiningadeildar Kaupþings. Vertu velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, maður var nú bara frekar hissa þegar klukkan sló 10 morgun og sá að úrvalsvísitalan hækkaði og þetta var nú bara frekar grænt hjá okkur í dag og ólíkt því sem verið hefur. Já, þetta svona gott og einn dag fyrir hann jólinn. Komum mönnum í jólaskap og búið að vera hann sem margir rauði dagar svona á síðustu vikum. Já, hvers vegna núna? Hvers vegna þessi hækkun? Það náttúrulega náttúrulega hækkanir í Evrópu. En það hefur ekki alltaf fylgst að, menn hafa einmitt verið að tala þetta að við varum farin að fylgja núna Evrópu og Bandaríkjunum og svona, en undanfarna dag þetta nú búið að vera... Ég hef náttúrulega við höfum sjálfsög fylgt Evrópu og Bandaríkjunum nokkuð, það er að segja að við höfum verið náttúrulega heldur, kannski öfgafyllir í hreyfingum heldur en þarna úti, sem kannski helgast því að markaðin náttúrulega miklu leyti fjármálafyrirtæki. Og við höfum rauninni fylgt, þetta hefur rauninni miklu meira fylgt, þetta hefur alltaf verið auka, Þannig að það jafnvel verið þannig að markaðin hefur upp morgunin síðan bara farið niður eftir hádegi þegar Bandaríkin opna. Hins vegar það sem ég gerð sem kom mér óvart að fylgni milli krónu og hlutabréfa hefur hins vegar hætt, eins og núna á síðustu vikum. En þessi fylgni hefur verið mjög svona sterk svona síðustu 1-2 árum. Það kannski svona kemur dálítið óvart, mögulega. Svo líka bara að ég minna það ekkert óðurlegt að það eftir svona langt lækkunar ferli eins og við höfum að vera undan þarna dag að það komi leiðrétting í það, Já, ekki bara fullt af kauptækifærum núna myndast? Ég meina það ansi mörg fyrirtæki ansi hólega velöðu staðan nú, það liggur alveg fyrir. Og ef þú verður eitthvað í húsum verðmat hlutabréfa, þá væri ansi mörg kauptækifæri sem hafa myndað, Já, maður hefur náttúrulega séð eins og fyrirtæki eins og náttúrulega Kaupþing búið að lækka mikið, Exist það búið að lækka alveg svakalega mikið. Veit ekki alveg hvað maður er að segja Spron, þeir eru náttúrulega búin að lækka alveg svakalega en það er svona skipta skoðanir á því hvort að þeir séu bara réttu verði núna eða hvort þeir séu undir verðlagi. Hvenær komið þið með ykkar greiningar á þessum fyrirtækjum? Hvort að ég kaupið að selja? Já. Við erum sjálfsög með öll þessi fyrirtæki annað í bæði að selja eða í eða hold, þannig að gerum það jafnóðum, en það er alveg sagt að það þarf að fara að koma með svona uppfærslu ásöldu saman hvernig horfurnar liggja fyrir 2008. Já, lækkanir. Það er svona gætt ákveðins misskilnings í umræðu greiningadeildirnar, menn margir sem virðist að vera að skrifa og virðist að rugla saman hlutabréfum og skuldabréfum, hvernig þú ferð að því að verðmæta þetta tvennt. Náttúrulega varandi hlutabréfi náttúrulega er verðmætin út frá þau tekjuflæði sem er búist við að fyrirtæki skili, plús síðan einhver áhættuávöxtun. Og þessi áhættuávöxtun náttúrulega getur breyst náttúrulega mjög mikið, eins og við sést núna að áhættuávöxtun og eiginlega öll fjármálafyrirtæki bara hafa rauk upp. Meðalans út af þessum undirmálaslánum. Þannig og það er allt annað heldur skuldabréf þar sem þú veist nokkurn veginn út með kannski fastar greiðslur bara fram í tíman. Þannig að það er ekkert óðurlegt það er eitt að ætla verðmæta hlutabréf út frá þessu framtíða tekjuflæði og hins vegar að ætla áætla verði sem skapast á markaðnum sjálfum. Menn geta ekki beðið síst greiningadeildinu það geta séð fyrir duttlunga markaðin fyrirfram. Það er ekki möguleiki. Þá eru menn að rugla saman hlutabréfum, skuldabréfum og bara öðrum eignum. Ef við förum aðeins í bankaráð, Seðlabanka Íslands hélt vöxtum óbreyttum, var þetta rétt ákvörðun hjá þeim? Að mínu áliti er þetta rétt ákvörðun, jú. Miðað við það, náttúrulega fyrsta lagi miðað við hvað við erum í hagsveiflunni núna. Það liggur alveg fyrir að hagkerfið mun efnahagsumsvifin sem mun draga saman, við erum leiðin niður. Og í öðru lagi miðað við hvernig ástandið er bara úti. Það er ljóst að síðustu mánuðina er búið að vera í rauninni hálfgerð fjármálakreppa í Bandaríkjunum sem hefur smitast út til Evrópu. Og þetta virðist hafa farið fram hjá hinum almenna borgar á Íslandi. En það verður ekki þannig mikið lengur. Það liggur alveg fyrir. Hvernig hefur þetta farið fram hjá? Það er að segja að þetta hefur verið bundið einhver við hlutabréfamarkaðinn. Og lækkanir þar og verður hlutabréfa hefur verið komið fram í hlutum eins og hækkun á álagi og á
bréf bankana, þetta skuldabréf bankana, svo sem dæmi. Og og kannski hefur ekki beinlínis komið kannski svona fram, hinn almenni borgar kannski finnur ekki fyrir þessu, það er eiginlega ekkert atvinnuleysi í Íslandi, nægilega mikið að gera og svo framvegis. Fólk hefur verið tiltölulega bjartsýnt, en mér finnst mjög líklegt að það muni breytast svona dálítið snögglega á næsta ári og við munum sjá svona, þessi efnahagslegu áhrif undirmálskrísunnar að koma fram. Og þetta er ekki bundið í Ísland, þetta er líka Bretland, Bandaríkin náttúrulega undir sömu sögn hvað þetta varðar. Þannig ég held að það hefði verið töluvert áhætta af Seðlabankanum að vera að hækka vexti ofan í þessu óvissu sem þetta staður. Af því að það virðist allt vera að við séum núna að sjá hagkerfið snúa við munum sjá líklega fyrir með stökk á kólunum á næsta ári. Þannig ég held að þetta hefði verið alveg hárrétt ákvörðun og ég held rauninni líka það að Seðlabankinn muni síðan lækka vexti fyrr og hraðar heldur en við reyndar höfum að spá með hvernig ástandið hefur verið. Já, hvernig sér þetta fyrir þér 14. febrúar þegar næsti dagur er? Ég sé nú reyndar ekki fyrir mér neina hækkun þá. Nei. Ég get alveg séð fyrir mér að þeir getu jafnvel hafið lækkunarferli í apríl. Það álíka. Og ef við bara horfum ef við bara lítum 2 mánuði aftur í tímann og hvað það gríðileg breyting hefur orðið á fjármálamarkaði á þessum tíma og ef við séum bara velt fyrir hvernig verður ástandið þetta í 2 mánuði. Þarna ég er ekkert endilega að spá að hlutin endilega versni á fjármálamarkaði, alls ekki. Ég heldur rauninni það við gætum mögulega séð hlutina á fjármálamarkaðum, einkum lausafjármarkaðum snúast eftir áramótin, mögulega. En samt sem áður, vantarlega erum við að sjá þessi áhrif af fjármálakreppunni koma fram í raunhagkerfinu á næsta ári 2008. Að það verður miklu erfiðar að fá lán til fjármagnar framkvæmdum og svo framvegis. Þú ert ekki allt og bjartsýnn? Já, ég minna það sést þarna, ég er ekki sjálfsagt ekki svartsýnn, en þarna uppsveiflur og niðursveiflur fylgja stað. Bara hluti af því, sko. Og þarna uppsveiflur og niðursveiflur bara hluti af þessu. Og menn eiga náttúrulega vera undirbúnir fyrir þær. Og það náttúrulega væri barnaskapur að gera ráð fyrir því íslenska hagkerfi geti, sko, haldið þessu stími sem það hefur haldið nú undanfarið. Eitthvað hluti þarf líka að pósta, sko. Nákvæmlega. En þannig að mér finnst stýrt Seðlabankans hefur 13,75% nú, sem gríðarlega hátt, getur ekki staðist. Og byrjaði síðan hlýtur hagkerfið að finna fyrir þeim og það er þegar farið að gera það og þá kemur tími á hana lækkun. Það er að segja á hana vöxtum. En svo maður bæta þetta, sko, og það er sjálfsagt fyrir eignamarkaðir, fjármálamarkaðir eru yfirleitt alltaf á undan. Eins og hlutabréfamarkaðurinn, hann er alltaf undan, þannig að sérstaklega fyrir íslenska markaðinn sem er náttúrulega byggjum mikið á erlendum tekjum. 75% af öllum tekjum félaga í vísitölunni, ICE-vísitölunni koma erlendisfjármagn. Þannig að það eru sjálfsagt ekkert slæma fréttir fyrir íslenska hlutabréfamarkaðinn eða það fara hægja í íslenska hagkerfinu og við getum séð eitthvað vaxtalækkanir. Það er bara ekkert nema jákvætt. Já. Ef við kíkjum aðeins á íbúðamarkaðinn, tíminn líður svo hratt hjá okkur. Þið eru nýbúnir að gefa út svona greiningu á þessu málum. Hvernig sjáu þessi mál fyrir ykkur? Við gáum út greiningu núna, held ég það hafi verið í byrjun nóvember og þar vorum við að gera ráð fyrir því að það yrði fasteignamarkaðurinn yrði í svona hálfgerðum kæliskáp þar sem við myndum sjá svona litlar nafnverðshækkanir, 3-4% hækkanir á nafnverði. Og það þýðir þá ef verðbólga hækkar eitthvað eða eitthvað slíkt að við sjáum það markaðinn þarna lækkað raunvirði. Hlutirnir hafa reyndar aðeins flogið hraðar frá þeim tíma heldur en við getum ráð fyrir. Og eins og sagði það mér er að gera sér grein fyrir því hvað gerist. Fasteignamarkaðurinn er mjög viðkvæmur fyrir því aðgangi að fjármagni og það líka vöxtum og það er búið að hækka þá alveg töluvert. Líka alveg ljóst fyrir að bara með hvernig ástandið er á lausafjármörkuðum úti með hvað fjármagn kostar núna. Það mun náttúrulega engin aðili í útlánum á Íslandi kannski var það þannig að allir aðilar sem eru í útlánum á Íslandi til fasteignakaupa munu vantarlega stíga aðeins varlega til jarðar á næstunni. Já, þetta er orðið, það er ofsalega erfitt fyrir fólk í dag sem er að koma inn á íbúðamarkaðinn að kaupa sér íbúðir. Og vextir náttúrulega ofsalega háir og bara einmitt erfitt að fá lán. Þetta þarf náttúrulega að breytast. Já, þetta hefur náttúrulega verið markmið Seðlabankans að reyna að fá þessu stöðu fram. Að reyna að koma í veg fyrir hækkanir og að reyna að fá markaðinn niður. Þetta er það Seðlabankinn er búinn að stefna í 3-4 ár að reyna að koma í veg fyrir þetta. Þannig að
sem þó eitthvað lítið gott þá getur það líka mögulega þá fengið þarna lækkanir fengið þá að fasteignamarkaðurinn jafna sem leið og það að lækka vexti. Sko eins og ég sé það sko fasteignamarkaðinn sko aðalmál kannski ekki alveg hvort að verðið sé sko 4-5% herðalegra. Aðalmál það að markaðurinn frjós ekki að mann sé áfram líkvitt það sé fólk geti keypt og selt húsnæði með sæmilegum hætti losað stöðu sínar þar og dóra þannig og það kannski það mikilvægast að viðskipti halda áfram og það sé góður sælleika markaðinn. Síðan það minna hvert verðið síðan nákvæmlega, það kannski ekki aðalmálið sko. Nei. Tíminn eiginlega bara floginn frá okkur kannski aðeins svona í lokin. Nú náttúrulega nýtt ára að koma eftir bara nokkra daga. Svona bara yfir höfuð, hvernig sjáum við markaðinn þróast? Þið náttúrulega spáðuð mikillega hækkun á úrvalsvísitölunni og það gekk náttúrulega ekki eftir. Jú, það gekk eftir að hún hækkaði, hún bara hækkaði gengur síðan tilbaka. Já, þið voru ekkert búin að segja það. Þannig að nei, það sko ég held að 2008 verið svona ár aðlögunar einhverju leyti og það sjálf sér bara fínt, þetta eitthvað sem bara þarf að gerast ákveð bara gott að gera það sem fyrst hagkerfið þarf að lenda eftir þessi uppsveiflu og það þarf að lenda eftir að ná niður verðbólgu til þess að síðan geta flogið á ný þannig ég held að 2008 verði ár aðlögunar það mjög vel þetta að fólki hætti þess að vera og bjartsýnt í uppsveiflum og svartsýnt í niðursveiflum þannig að verðum að finna einhvern milliveg verðum bara að finna einhvern milliveg og ég bara vona það að þetta leiðrétting sem allir áttu að það að segja bara efnahagslífið það sem allir áttu að geta búist við við höfum verið að spá í rauninni þannig að menn verða bara standa fast í ístöðum hvað það varðar en ég held samt að 2008 verði ekki öllu leyti slæmt ára samt. Nei. Ásgeir Jónsson, takk kærlega fyrir komuna. Segjum þetta þá gott af hádegisviðtalinu, verið þið sæl. Tvær stórmyndir á jóladagskvöld. Stöð 2 býður þér í ótrúlega veröld þar sem draumar eru veruleiki. Charlie and the Chocolate Factory klukkan 19:40 og Tom Hanks í magnaðri spennumynd. The biggest cover-up in human history. Byggð á vinsælustu spennusögu síðan.